Faðir einhverfs drengs sem var synjað inngöngu í Klettaskóla annað árið í röð segir úrræðaleysi ríkja í málefnum fatlaðra barna. 26 börnum var synjað skólavist vegna plássleysis. Forseti Rússlands og leiðtogi Norður-Kóreu voru heiðursgestir á hersýningu í Beijing í morgun. Hernaðarsagfræðingur segir kínverska herinn nálgast hann bandaríska að styrk. Nýútskrifaður sjúkraþjálfari háði harða baráttu við Háskóla Íslands til að fá að stunda verknám þrátt fyrir sjónskerðingu. Hann segir tímafrekt og kostnaðarsamt að berjast fyrir réttinum til menntunar. Gersemar gærdagsins fylla hillur fatasöfnunar Rauða krossins. Ýmislegt slæðist með sem á lítið skylt við fatnað, til dæmis uppstoppuð rjúpa. Gott kvöld. 26 börnum var synjað skólavist í Klettaskóla vegna plássleysis. Faðir einhverfs drengs segir skammarlegt að fötluð börn komist ekki í þau úrræði innan skólakerfisins sem þau þurfa. Klettaskóli sérskóli á grunnskólastigi fyrir nemendur með fjölfötlun og þroskahömlun. Reykjavíkurborg rekur skólan sem hefur verið starfandi síðan 2011. Hann hugsaður fyrir 70 til 90 nemendur, en skólastjórinn segir að í vetur verði þeir 145. Faðir einhverfs drengs sem fékk synjun á skólavist segist hafa fallist hendur þegar synjunin barst. Þetta náttúrulega gríðarlega sorglegt fyrir hönd drengsins, fyrst og fremst, og manni finnst einhvern veginn að hans réttur sé að hann fá að vera í besta mögulega úrræði sem í boði. Sonur Bjarna á 7. ári. Hann einhverfur, getur ekki tjáð sig og með fjölþættar þarfir. Þetta annað árið í röð sem honum synjað. Bjarni segir að þau hafi einnig sótt pláss fyrir hann í Arnarskóla í Kópavogi, sérúrræðaskóla fyrir einhverf börn og börn með þroskafrávik, en fengið synjun. Við vitum í sjálfu sér ekkert hvenær hann kemst inn. Hann hefur verið bara í öðrum úrræðum sem að skólarnir hafa verið með, bæði fyrst í Kópavogi og síðan núna í Hafnarfirði. Þetta náttúrulega, þó að allir séu að vilja gerðir, að þá þetta úrræði sem raun og veru fundin upp út af því að það svo mikið að börnum vísa frá. Þannig að og það hafa komið upp atvik þar sem hann hefur til dæmis sloppið út bara og lögreglan leitað að honum og annað. Bjarni segir brýnt að stjórnvöld setji meira fjármagn í málaflokkinn og að nýjum skóla verði komið á laggirnar. Þessi sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu í kringu Reykjavík, þau þurfa náttúrulega bara að taka sig þá saman og reyna að koma með úrræði vegna þess að það fæðast líka einhver börn utan Reykjavíkur. Það segir sig náttúrulega bara sjálft og það bara skortur á þjónustu. Og raun og veru á Reykjavíkurborg ekki að þurfa að vera að bera hitann af því. Þetta raun og veru bara skammarlegt. Þetta eru litlu börnin okkar sem eru með alls konar raskanir og þurfa í raun og veru alla þessa hjálp og það bara ekki verið að gera nærri því nóg. Klettaskóla bárust 53 umsóknir í ár. Þar af voru 41 sem uppfylltu skilyrði fyrir skólavist. Af þeim fengu 15 börn pláss en 26 fengu synjun. Þetta í annað skipti í sögu skólans sem þarf að vísa umsækjendum frá. Í fyrra voru þeir 11. Auðvitað þetta óþægileg staða þegar börnin komast ekki það úrræði sem foreldrarnir kjósa, en við brugðumst við með því að stofna til annað úrræði hjá Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög fóru út í sambærileg úrræði. Þannig að okkur tókst vissulega að koma börnunum jafnvel í heimaskóla, vera áfram í sínu umhverfi. Skóla- og frístundasvið áttu fund með innviðaráðherra og mennta- og barnamálaráðherra í vor, þar sem farið var yfir stöðuna. Og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eru núna farin að stað í greiningarvinnu. Við fengum HLH ráðgjöf sem að vinna að úttekt mögulegu sviðsmyndum hvað best að gera og þeir eru þá í samtali við alla hagsmunaaðila og þeirri skýrsluvinnu eða úttekt á að ljúka núna í lok september minni mig og við erum náttúrulega bíðum mjög spennt eftir því hvert við viljum stefna og skoða þær sviðsmyndir sem munu koma við sögu í þeirri skýrslu. Hvernig verður þetta þá fyrir næsta skólaár? Gerið þið ráð fyrir því að það verði það búið að finna lausn á þessum vanda? Við finnum náttúrulega ekki lausn 1, 2 og 3 ef það þarf að byggja nýjan skóla þá náttúrulega það ekki gert svo glatt á skömmum tíma. En við teljum okkur geta tekið á móti stærri hópi barna á næsta ári og svo eru önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að huga að sérstökum úrræðum fyrir sína nemendur.
Kínverski herinn sýndi mátt sinn og megin á mikilfenglegri hersýningu í höfuðborginni Beijing í morgun sem skartaði allt frá loftvarnar leysigeislum og kjarnaoddum til lúðrablásturs og blöðrusleppinga. Hernaðar sagnfræðingur segir kínverska herinn nálgast hann bandaríska í hernaðarmætti. Það var allt annað en friðsamlegt á torgi hins himneska friðar í Beijing í morgun. Forsetinn sjálfur var sýningarstjóri. Xi var ekki í sínum hefðbundnu jakkafötum heldur Zhongshan jakkafötum að hætti Maos foringja, andi hvers svífur enn yfir vötnum alþýðulýðveldisins sem hann stofnaði. Og þarna á svölunum sátu erlendu gestirnir, Putin Rússlandsforseti og Kim Jong-un leiðtogi Norður-Kóreu í öndvegi, þrír saman á opinberum vettvangi í fyrsta sinn. Á samskonar hersýningu fyrir áratug stóð þarna leiðtogi Suður-Kóreu, en núna leiðtogi óvinana í norðri, eins og til marks sviptingar síðustu 10 ára á alþjóðasviðinu. Það ríkti kyrrð í Beijing í morgunsárið og fáir voru á ferli á meðan hermenn renndu í síðasta sinn í gegnum prógrammið og sjónarspilið var augljóslega þaulæft. 50.000 manns, áhorfendur og erlent fjölmiðlafólk fylgdist með kínverskum hermönnum ýmist marsera í takt yfir torgið þvert. Eða aka nýjustu drápstólum í vopnabúri þessa næstvoldugasta hers heims. Mörg þessara vopna höfðu aldrei litið dagsins ljós áður. Loftvarna leysigeislar, úlfavélmenni og fjöldinn allur af ómönnuðum hertólum til þjónustu reiðubúin í stríði 21. aldarinnar. Skilaboðin til vesturs eru skýr. Hér erum við sjálfstæð mjög og samheldin. Donald Trump Bandaríkjaforseta var ekki boðið til sýningarinnar og á miðli sínum Truth Social bað hann Xi forseti að senda Putin og Kim Jong-un hlýjar kveðjur á meðan þeir lögðu á ráðin hvernig þeir gætu klekkt á Bandaríkjunum. 80 ár eru frá uppgjöf Japana í seinni heimsstyrjöldinni og sýningin var haldin í tilefni af því. Blöðru slepping og kórsöngur þóttu því viðeigandi í bland við gervigreindar hertól og gereyðingarvopn. Bandaríkjaher ber höfuð og herðar yfir heri annarra ríkja með nærri $1000 milljarða fjárframlögum í fyrra. 37% af öllum hernaðarútgjöldum heims. Bandaríski herinn er sá tæknilegasti og öflugasti í heimi, en Kínverjar eru á mikilli siglingu. Varnartengd útgjöld hafa aukist 60% síðastliðin áratug og námu rúmlega $300 milljörðum í fyrra, 12% af útgjöldum heimsins. Með 2,2 milljónir hermanna í virkri þjónustu er kínverski herinn sá stærsti í heimi og vex hraðar en nokkur annar. Kínverski herinn er stærsti her í heimi í mannfjöldatalið en hefur, eins og við lengi við munum, staðið Vesturlöndum og Bandaríkjunum langt að baki hvað tæknilega hernaði getu snertir. Þarna með að sýna þessi nýjustu vopn sem það eru hljóðfráar eldflaugar eða drónar sem geta grandað mögulega flugmóðskipum og orrustuþotur og því líkt. Þarna eru Kína að senda þau skilaboð sem að helstu hugsuðir í Bandaríkjaher hafa verið að tala undanfarnum áratug. Þeir sé að nálgast að verða hernaðarlegur jafning í Bandaríkjunum. Hápunktur hersýningarinnar fólst í heiðursgestunum með Putin á aðra hönd og Kim Jong-un á hina, segir erlendur að Xi sendi skýr skilaboð. Það sendir þau skilaboð, eiginlega tvenn skilaboð. Annars vegar snýr það kannski þröngt tiltekið að Úkraínu, að þar sé samstarfið standi óhaggað og þétt og hin skilaboðin eru svolítið sú að eins og Kínverjar hafa gefið í skyn árabil að þeir ætli sér að taka sér sess í alþjóðakerfinu og einhverju leyti hafa áhrif á hvernig það er mótað í framtíðin og móta það í sinni mynd og það er alveg nýtt fyrir Kína sem hefur meira verið áhorfandi og þáttakandi og þar er náttúrulega í andstöðu við stöðu Bandaríkjanna sem eina risaveldið í heiminum. Þannig að það er ekki ástæðulausu að Trump var að tísta þarna í einhverju fílukasti meðan að þetta gekk yfir í Beijing.
Nýútskrifaður sjúkraþjálfari með sjónskerðingu þurfti að harða baráttu við Háskóla Íslands til að ljúka námi. Þótt það hafi tekist að lokum situr viðmótið sem hann mætti í náminu enn í honum. Allt frá því Patrekur stóðst inngönguprófið mætti honum viðmótið að hann ætti ekki erindi í námið. Það var ekki tekið vel í það. Það sem ég fór okkur fund og það var bara sagt mér að ég gæti ekki orðið sjúkrahúsi, það sem ég segi ekki. Hann lauk samt BS-prófi án erfiðleika og hóf meistaranám, en þegar liðið var á fyrstu önnina var hann boðaður á fundum verknámið sem var fyrir höndum. Honum var þar tilkynnt að hann fengi ekki að hafa aðstoðamann með sér. Þá voru ekki til búnaður og mælitæki sem hentuðu sjónskertum. Og svo sagði hún við mig að ég ætti alltaf að segja öllum að ég væri blindur og ég tók fyrir það þar sem engin greining til að mér sem sveitilegi sé blindur. Hann segir mat stjórnenda á hæfni hans vera byggt á röngum forsendum, en það hann ekki blindur. Patrekur hefur 5% sjón og jaðarsjón sem greinir hreyfingar og á, með aðstoð hjálpartækja, að hafa getu á við aðra. Málið rataði til rektors. Í verknáminu mætti Patrekur svo tregðu og virðingarleysi. Svo bara á hverjum degi var einhver bara árekstar skilur, bara get ekki metið út af blindur skilur, veist, og svo hvað þú með orðum að ég vonandi finnur þér starfið þitt hæfi. Veist, hún felldi mig og sagði svo, vonandi finnur þér starfið þitt hæfi. Patrekur kvartaði til forseta læknavísindasviðs og benti á að blindir og sjónskertir störfuðu víða við sjúkraþjálfun. Við tóku deilur með aðstoð lögfræðings. Patrekur sér enn eftir orkunni sem fór í deilurnar á meðan hann sinnti krefjandi námi. Einhvern veginn, snýðast þetta var alltaf lengur mig sjálfan skilur, þetta snýðast eiginlega bara hvort að fallega er rétt að námi í röðu skilur. Patrekur hefur keppt fyrir Íslands hönd á Ólympíuleikum fatlaðra. Álagið sem fylgdi baráttunni í náminu tók sinn toll og hann fann að eitthvað varð undan að láta. Líka með bara sagði stopp þegar ég var að hlaupa líka, þú getur ekki verið að berjast á öllum vígstöðum skilur og maður búin að vera frá þar líka í tæp 2 ár eftir að það gerðist. 1,5 ári seinna fékk Patrekur að taka verknámið aftur, en nú þannig að tekið væri tillit til sjónskerðingarinnar. Hann útskrifaðist í vor með fyrstu einkunn. Hann mætti að eigin sögn ekki sömu mótstöðu á vinnumarkaði. Með starfsleyfisbréf frá landlækni upp á vasann fékk hann leið vinnu við fagið og hóf fyrir 2 vikum störf hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu. Bara, já, við tekjum ótrúlega vel á móti mér og þau bara spurðu bara réttu spurninguna og að reyna að gera allt til þess að ég geti starfað bara eins og aðrir. Sveinn Guðmundsson, jafnréttisfulltrúi Háskóla Íslands. Háskólinn leggur áherslu á jafnrétti í stefnu sinni. Hvers vegna er aðgengi að námi ekki jafnt í öllum deildum skólans? Eins og þú segir, Háskóli Íslands leggur áherslu á að laða að sér fjölbreyttan hóp nemenda og vera með fjölbreytta kennsluhætti og námsmat. Þetta er eitthvað sem við erum bara að reyna að bæta og vinna að. Í Háskóla Íslands geta nemendur sótt að gera samningum rétt á sértækum námsúrræðum. Það er þá gert í gegnum nemendaráðgjöf. Og þá er ráðgjafi sem aðstoða nemendur við að finna hvaða úrræði þau þurfa. Og þetta er svo framkvæmt í samstarfi við deildir og kennara og það tekst venjulega vel, en svo kom upp mál þess að það gengur ekki eins vel. Og þá eru ýmsar leiðir til að takast á við það. Það eru ýmsar formlegir farvegir, en svo er ráðumálefni fatlaðs fólk sem ég sit í ásamt öðru góðu fólki og þá getum við stigið inn og bent á rétt nema á þessum úrræðum og miðlum þá kannski svona mála milli nema og ef þeir telja að þessi broti á rétti þeirra til námsins. Þau geta alltaf að leita til okkar og ef við heyrum af einhverju þá stígum við inn og það er stundum einfalt og stundum flókið og það er kannski svona stundum einfaldar ef það er að ræða bóklegt nám. Háskóli Íslands hefur mikla reynslu af því og mikil úrræði varðandi það, kannski mismunandi með fer eftir hvernig nám er að ræða. En þetta viðhorf sem hann lýsir, fordómafullt viðmót og virðingarleysi, heldur þetta þrífist innan skólans? Sko, fordómar, fötlunarfordómar eða ableismi þrífst víða í íslensku samfélagi. Þetta er inngrúið í samfélagið okkar og háskólinn er partur af samfélaginu. Þetta er eitthvað sem við erum að reyna að takast á við í Háskóla Íslands með jafnréttisáætluninni okkar og alls konar fræðslu fyrir starfsfólk. En svo varðandi þetta sem að Patrekur er að lýsa,
reynsla hans, það minnir á það sem að fötlunaraktivistar og fötlunarfræðingar tala sem fötlunarstrit, þessi auka vinna sem að fatlað fólk þarf að sinna bara til þess að taka þátt í samfélaginu. Takk fyrir, Sveinn. Við förum yfir í önnur mál. Sameinuðu þjóðirnar segja að börnum með fötlun á Gaza hafi fjölgað 21.000 síðan stríðið hófst. Influensu faraldur geisar á svæðinu sem fer illa í börn með veikt ónæmiskerfi. Á þeim tæpu 2 árum sem stríðið hefur geisað telja Sameinuðu þjóðirnar að ríflega 40.000 börn hafi særst, sem rekja má til árása Ísraelshers. Helmingur þeirra glímir við fötlun vegna þess. Tugþúsundir barna hafa mist annað eða bæði foreldri eða hafa orðið viðskila við þau og eru fylgdarlaus. Í skýrslu nefndar Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks segir einnig að þegar Ísrael segir fyrirskipar að svæði skuli rýmt, þurfi fatlað fólk oft að sætta sig við ömurlegar aðstæður og jafnvel að skríða í skjól undan árásum hersins. Aðgengi þeirra að vatni, mat og nauðsynjum verra en annarra, sem glíma þó einnig við mikinn skort. Access to AIDS actually is very limited for children with disabilities because both things, because they are children and because they have disability with such situation with full absence of all forms of accessibility. Heilbrigðisráðuneyti Gaza segir að veirusýking hafi hreiðrað sig. Börn séu útsettust og sérstaklega þau sem eru með veikt ónæmiskerfi, til dæmis vegna vannæringar. Íbúakostur flestra Gazabúa vægast sagt hrörlegur og þrengsli og ónóg heilbrigðisþjónusta skapa kjör aðstæður fyrir veirusýkingar. Börn af erlendum uppruna eru ólíklegri til að taka þátt í skipulögðu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Hjá Leikni í Breiðholti hafa stjórnendur orðið varir við ýmsar hindranir við að fá börnin í hverfinu í félagið. Ætla sé ekki það hvernig samsetningin á hverfinu sé, þá meina ég hvað eru margir aðfluttir Íslendingar og nýbúar og fólk sem að hefur kannski minna á milli handana heldur en gengur og gerist. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að börn af erlendum uppruna séu líklegri til að búa við verri hag og líðan en innfæddir jafnaldrar þeirra. Þeir standa frekar höllum fæti félagslega og taka síður þátt í íþróttastarfi. Ástæður þess eru meðal annars að upplýsingar komast ekki til skila til foreldra. Síðustu ár hefur markvisst verið unnið að því að auka þáttöku barna í íþróttum í Breiðholti til að mynda með því að ná betur til foreldra. En kostnaður líka stór hindrun. Í 2 ár styrkti Dominos íþróttastarfi hjá Leikni með því að greiða æfingagjöld 6 til 16 ára barna. Og það jókst æfingaþáttakan cirka 20-22% fjölgaði iðkendum. En það hefur gríðarlega áhrif vegna þess að sem dæmi í 5. flokki hjá okkur eru rúmlega 30 börn, á milli 30 og 40 börn að æfa og við náðum að skrapa saman 10 börnum að fara á N1 mótið á Akureyri og það eingöngu vegna kostnaðar. Ég held að við getum gert betur og við vinnum mikið í samfélaginu hérna bara með þá kennurum og þjálfurum og öðrum og við erum með sérstakann sjóð þar sem við getum mætt því og það til dæmis dýrar æfingaferðir eða búnaður sem oft stopp á það að geta tekið þátt í íþróttum. En ástæðurnar eru fleiri og það ýmislegt gert til að virkja börnin, til að mynda að hjálpa þeim við að komast í íþróttir sem ekki í boði í hverfinu og auka úrvalið innan þess. Og vinnan farin að skila árangri þó enn sé langt í land. Þáttaka styrkir tengslamyndun og tungumálafærni og getur reynst börnunum mjög mikilvæg. Og ég held að allir hér það svolítið víðtæk samvinna í Reykjavík það að allir hjálpist að við akkurat þetta. Frístundastyrkurinn misvel nýttur eftir hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Í Efra Breiðholti styrkurinn verst nýttur hlutfallslega þar sem 67% nýtingar hjá strákum og 63% hjá stelpum. Breiðholt fjölmennasta hverfi Reykjavíkur og þar búa flestir í Efra Breiðholti, tæplega 9.500 manns. Til samanburðar 84% nýting hjá bæði stelpum og strákum í Laugardalnum. Í Hlíðunum 89% nýting hjá strákum og 85% hjá stelpum. En í hvað fer styrkurinn? Í Reykjavík nýta langflestir hann í skipulagt íþróttastarf, rúm 61%. Tæp 13% fara í líkamsrækt og 12% í tónlistarnám eða annað listnám og 7% í dans.
En kostnaður við íþróttir og tómstundir barna á landsbyggðinni getur hlaupið á 100.000 á ári og ferðakostnaður stór hluti þeirrar upphæðar. Við erum alltaf að reyna að halda ferðakostnaði í algjöru lágmarki fyrir allar ferðir en það bara, þetta kostar mjög mikið og við vitum alveg að það eru börn sem bara hafa ekki tök á því að fara með í ferðir af því að foreldrar þeirra bara ráða ekki við það. Inga á 2 drengi 10 og 12 ára. Báðir æfa körfubolta, annar æfir líka sund og hinn fótbolta. Eins og fjallað var í kvöldfréttum í gær ekki fjarri lagi að fjölskyldur eins og þeirra með 2 börn eða fleiri borgi hátt í 1 milljón krónur á ári fyrir íþróttir og tómstundir. En fjarri höfuðborginni bætast svo við tíð ferðalög sem geta fljótt orðið kostnaðarsöm. Það sem líka að við erum færri út á landi, við dreifumst meira, þannig að það eru líka færri iðkendur að borga brúsann. Synir Ingu fara í fjölda ferða á ári hverju og fyrir þeirra fjölskyldu kostar það að minnsta kosti 600.000 og verðmiðinn á ýmsu tengdu ferðunum hefur hækkað undanfarin ár. Búnaður hefur hækkað og eðlilega, við erum að ferðast með rútu suður, eðlilega hefur rútufyrirtæki þurft að hækka. Bæjarstjórn Akureyrar hefur lýst þungum áhyggjum af hækkandi ferðakostnaði fyrir börn og unglinga á landsbyggðinni tengt íþrótta- og tómstundaiðkun. Á sama tíma og ferðirnar verði dýrari þá rýrnar ferðasjóður ISÍ. Árlega fær ferðasjóður ISÍ framlag frá ríkinu og í þann pott geta íþróttafélög sótt styrki vegna keppnisferða, þar sem ferðast meira en 150 kílómetra innanlands. Fyrir síðasta ár bárust 255 umsóknir frá 126 íþróttafélögum víða land og heildar upphæð umsóknanna nam meira en 700 milljónum króna. Hins vegar hafði sjóðurinn bara tæpar 124 milljónir til að dreifa, sömu upphæð og árið á undan. Framlag ríkisins var 3 milljónum hærra árið 2019 og hefur raunar rýrnað enn frekar ef tekið tillit til verðlagsþróunar. Ný íslensk kvikmynd Eldarnir verður frumsýnd í Smárabíói í kvöld. Þar Erla María Davíðsdóttir fréttamaður. Mikil eftirvænting meðal gesta fyrir frumsýningunni? Já, ég held að sé óhætt að segja það að mikil spenna í loftinu. Hér á 700 manns mætt á þessa fossýningu. Myndin byggð á samnefndri skáldsögu eftir Sigríði Hagalín Björnsdóttur og umfjöllunarefnið eitthvað sem við Íslendingar erum farin að þekkja ansi vel, eldgos og eldsumbrot. En hjá mér eru þar Ugla Hauksdóttir leikstjóri og Vigdís Hrefna Pálsdóttir aðalleikkona. Ugla, við kannski byrjum á þér. Hvernig gekk að yfirfæra þessa sögu yfir í kvikmyndaform og kominu svo yfir á skjáinn? Það var bara alveg ótrúlega skemmtilegt ferli og þegar við fengum réttinn til þess að aðlaga bókina að kvikmynd voru engin eldgos hafin, þannig að það var náttúrulega alveg ótrúlegt þegar allt í einu það var byrjað að skjálfa en ég hitti Siggu Hagalín, höfundar bókarinnar þann 16. mars 2021 og 3 dögum síðar eftir þennan fyrsta fund okkar þá byrjaði að gjósa og þannig að allt í einu var þetta bara mjög raunverulegt og hér stöndum við 12 gosum síðar. Og Vigdís Hrefna, þú ert aðalleikkonan, þú ert eldfjallafræðingur. Hvernig gekk að koma sér inn í þennan hugarheim? Ég reyndi bara að rifja upp jarðfræðina sem Guðfinna Ragnarsdóttir kenndi mér í MR fyrir 100 árum. Nei, það var bara, ég skoðaði bækur og lá yfir þessu og svo ég nú nörd inn við beinið þannig að maður yfirfæri bara nördismann á eitt annað Takk fyrir þetta Ugla og Vigdís Hrefna en við þá látum þessu lokið héðan úr Smárabíó. Já, takk fyrir þetta Erla María. Það sem var nýtt í gær gamalt í dag. Það kemur hvergi betur í ljós en í fatasöfnun Rauða krossins. Rauði krossinn tók á móti 2400 tonnum af fatnaði í fyrra. Af því nýtast 150 tonn hér á landi. Ýmist það selt í verslun Rauða krossins eða gefið í neyðasafnanir. Og svo talsvert að notaða fatnaðar sem nýtur í textílkennslu í skólum. En allt fer fyrst í húsnæði fatasöfnunarinnar og þar farið yfir ástand þess sem safnast. Ég að grófflokka úr fataframlögum frá fólki. Það eru mjög margir sem vanda sig og ganga mjög vel frá, en svo líka bara eins og fólk hafa bara farið úr fötunum og sett upp eitt í poka. Óhrein og rifin nærföt, götóttir, sokkar og skemmtur fatnaður, en meðal þess sem Rauða krossinum berst í gegnum fatasöfnun, en slíkt á sér takmarkað framhaldslíf. Og það þarf mannskap til að halda utan að 3000 tonn af fatnaði, flokka, pakka og selja, en að verkefninu komum 100 manns, all flestir eru sjálfboðaliðar.
og í öllum þessum tonnum leynast ýmsir dýrgripir. Hérna er ég með Vibe-galla frá Eurovision bara núna nýverið. Silfurjakka líka, stíl, kraftgalla frá Benjamin Dúfu, örugglega einhver sem var að vinna að þeirri mynd. Og mér langar alltaf í milletúlpu þegar unglingur, hér einn. Já, þær koma og þær eru mjög heillegar oft. En þið fáið eitthvað af munum sem eiga kannski ekki beint erindi í fatagám? Já, einmitt, til dæmis eins og þessi uppstoppaða rjúpa. Hún er búin að vera svolítið lengi hjá okkur, við veitum ekki alveg hvað við erum að gera við hana. Og svo fáum við líka svona bara, þú veist, mjög flotta gamla hluti. Eins og hann pípuhatt. Glæsilegur. Þetta er alveg gæði sem endast margar kynslóðir. Allt þetta sem er hérna, þetta er hluti sem fólk keypti einhvern tíma og losaði sig við. En hvað segir þetta okkur samfélagið okkar? Bara að fólk kaupir of mikið. Það er ótrúlegt hvað kemur mikið á svona einhverjum sem var bara nýjasta nýtt í síðustu viku, þannig séð. Guðrún Sóley, hvað verður í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla ADHD með fókus á greiningaferli og hvernig það fer fram og svo beinum við sjónum af plágunni sem er ljósabekkjanotkun barna. Hann ætli að ræða við Elísabetu Reykdal, húðlækni. Takk fyrir þetta, við missum ekki að Kastljósi. Við lítum til veðurs, austlæg eða breytilega átt víða 3 til 10 metrar á sekúndu á morgun, skúrir mest allt land en rigning landið suðvestanvert eftir hádegi. Hiti 9 til 14 stig yfir daginn en svalaraða næturlagi. Við förum nánar yfir horfunastu daga að loknum íþróttafréttum. Karlalandsliðið í körfubolta mætir Frakklandi á morgun í lokaleik sínum á Evrópumótinu í körfubolta. Mér finnst við hafa átt meira skilið í þessu móti en við höfum verið að fá. Karlalandsliðið í fótbolta tekur svo við á föstudag og hefur undankeppni HM 2026 á að mæta Azerbaijan á Laugardalsvelli. Við bara hérna heima verðum að vinna leik. Og Guðjónsson ættin heldur áfram að framleiða A-landsliðsmenn í fótbolta. Sá 50 í röðinni gæti bæst við á föstudag. Já, svona pínu öðruvísi að litli bróðir sem mættur. Íþróttir eftir andartak. Helstu atriði frétta. Faðir einhverfs drengs sem var synjað inngöngu í Klettaskóla annað árið í röð segir úrræðaleysi ríkja í málefnum fatlaðra barna. 26 börnum var synjað skólavist vegna plássleysis. Forseti Rússlands og leiðtogi Norður-Kóreu voru heiðursgestir á hersýningu í Beijing í morgun. Hernaðarsagnfræðingur segir kínverska herinn nálgast hann bandaríska að styrk. Nýútskrifaður sjúkraþjálfari háði harða baráttu við Háskóla Íslands til að fá stunda verknám þrátt fyrir sjónskerðingu. Hann segir tímafrekt og kostnaðarsamt að berjast fyrir réttinum til menntunar. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringinn og það má alltaf senda ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Segjum þetta gott að sinni, verið þið sæl.